Þú veist, þegar við fáum fjármagn, þá ættum við að gera Cyborg. Kona sem heitir Cyborg. Og þú veist, Cyborg, Já, skilurðu? já. Ég ætla að tala þú veist, konuna, þú veist, MMA-konuna Cyborg. Já, nei, bara kona sem heitir Cyborg Já. og Það mjög fyndið að þú getur heitið Cyborg. þetta er frekar nett. Já. Ef þú getur heitið, þú veist, Robocop. Hobocop. Hobocop. Var það ekki Hobocop? Var það ekki... Var ekki Vinocop? Það var Vinocop. Já. Hobocop væri reyndar alveg frekar cool líka. Why did you create Vinocop? You thought I meant reconstruct the Wino? Classic. Já, það er... Heyrðu, ég er endar, sko, meðan við erum bullshittin, ég er með intro track. Jó, ok, hvað er maður intro track? Það er unreasonably langt. Það er alltaf leið, sko. Við erum heitu upp, sko. Það er tíma. Sko, það er... Þetta er bonus contentið. Þetta er bonus content. Þið þurfa að borga extra. Fucking drast. Þú þurfa að borga extra fyrir lélega stöffið. Fyrir svona frosin í miðjunni fucking plokkfisk. Svona, við nefntum ekki alveg að pæla nú mikið í þessu. Þannig að svona, ok. Ég finnst alveg að það nefnir hugmyndir hérna. Ok. In a world. Jackie Chan is checking you out. Jackie Chan is Sex Pest 3. Það hljómar eins og... Það gæti verið alveg. Það hljómar eins og mynd sem að ég ætla ekki að segja nafnið á. Nei, sem við vitum af. Mynd sem að ég definitely er ekki að reyna að fara að búa til fake reikning til að panta á netinu. Nei. Það er svona... Það er of djúpt í árinni. Það væri sem svona Letterboxd look. Já. Svona að vera... Nei, ok. Einu staður sem ég veit að vera cancelled á er Letterboxd. Já, það er alveg svona... Það er honestly, það er mjög gótið að vera bannaður á Letterboxd. Þú veist hverju bannaður á Letterboxd eða ekki? Uwe-Boll. Þú veist... Bestur... Ég ætla á eftir að lesa þér nokkur review til Uwe-Boll. Þau eru það fucking sick. Ok, núna er það sem að byrja. Ok, nú er það að byrja. Já, ok, svo eftir, þegar við stoppum með þetta og byrjum við. Tökum Letterboxd cancellation, gott intro, stepping stone. Já. Þú veist, eitthvað svona, við að keyra, við kýrtum með þetta. Já, við ætlum bara að taka upp eitthvað bullshit fyrir intro bumper. Honestly, þú veist, einu hugmyndir sem ég er búin að fá er bara svona... Cool dót. Leigja cool bíl. Nei, þú veist, grínlega samt að taka hana Italo Disco fría dótið. Það er þetta sick. Ég var að hlusta á daginn. En líka bara svona, það er ekki að stela af því að það er bara cool. Og ef þú gerir bara cool dót, það er ekki, þá er það bara in the realm af cool. Þú veist, þetta var með... Velkomin í Ungir Sjálfstæðismenn podcastinu. Við erum alltaf að finna eitthvað, þetta áttur að enda sem gimmick, sko. Þeir eru að opna undir einhverju... Það væri samt svo geggjað sæjópp. Flaggi. Það er svona rústa orðsporið okkar og credibility út af við. Og taka Ungir Sjálfstæðismenn niður okkar. Auka orðspor þeirra. Já. Já, reyndar. Já. Það er reyndar við, þú veist, við myndum reyna eitthvað svona að koma óorð á það, en við værum of... Cool. Já, það er ekkert sem þú getur sagt sem væri nóg slæmt sem við myndi ekki bara eitthvað svona eins og þetta gaurinn daginn, þannig að fyrirsögnin ég get ekki sagt þessa fyrirsögna því þetta er á ensku þannig að rasista gaurinn ég hef ekkert fylgst með þessu það var eitthvað bara ónaði þetta bara rasista king rasista kongur þetta er fucking sorp drastl. En þú veist, þú ert ekki cancelled, þú ert bara fucking astanlegur. Já. En ég var að tala að, ég var bara beint út í það, sko, einu staður sem ég veit að vera cancelled á er Letterboxd. Já. Það er, þú veist... Það er einu staður sem ég veit að vera cancelled á. Vorum að tala að Uwe-Boll er bannaður á, Letterboxd. En Uwe-Boll er líka
bara bestur. Þú veist, þeir eru bara að halda okkar manni niðri. Þú veist, gaur að gera töluleikja bíómyndir og þær eru allar drasl. Þú veist, ekki allar. Hann hefur gert svona 3 góða myndir. Það er hérna Rampage, hún er frekar góð. Postal, ég elska bara allt við Postal. Ég hef ekki séð Postal. Við þurfum að horfa á hana. Stutt pása, menn við horfum á... Já, núna erum við búin að horfa á Postal. Nú erum við búin að horfa. En það er bara svona það er svona eins og svona Tony Scott bíómynd nema eftir ekki heimskan mann. Já. Það er svona dark popcorn. Þetta er svona Idiocracy eftir ekki heimskan mann. Já. Hvað heitir aftur Tony Scott David Bowie myndin? Það man ég ekki. Ég sá þetta daginn og ég var bara svona, ég þarf að byrja að þorra út í þetta. Já, ég tók sko Tony Scott svona retrospective og horfði á alla Tony Scott myndirnar. Og þetta er bara svona insane genre. Þetta er það sem svona Catherine Bigelow er að reyna að gera. Þú veist, Zero Dark 30, Hörlokkar eitthvað. En hann er bara eitthvað svona, nei, ég ætla að gera sci-fi hryðjuverkamynd með Denzel Washington. Og hún er geggjuð. Þetta er svona dark popcorn. Já, Það er svona genre sem ég er búin að koma með fyrir þetta sko. Þú veist, Jarhead er líka dark popcorn eiginlega, en hún er aðeins svo mikið svona... Þetta er gott genre. Við coinum það. Já, algjörlega. En þú veist, eitthvað svona Man on Fire er líka bara svona... Það er allt gett. Hún er svo... alvarlegt. Já, ef hún líka bara svona... Hún er ógeðslega skelfileg. Já, og eitthvað svona skelfileg mynd með one-linerum. Já. Það er dark popcorn. Þetta er líka, þú veist... Svona post 9/11 mynd með eitthvað svona he's a painter and he loves... Nei, ok. Það er ég að bútsera slínu. Fucking... He's an artist. He's an artist, but his canvas is bombs. It's death. And he's about to paint his masterpiece. He's about to punch you in the fucking head. He's about to put explosives up your ass. Það gerur alltaf í myndinni. Og hann segir, hey, did you put explosive on my ass? Svo fucking springur hann. Það er líka svona fucking cartoon í svona hoppar niður og springir hann. Það er líka, þú veist... Var hann ekki sundkennari í myndinni? Jú, hann er sundkennari. Hann er lífvörður og sundkennari. If you don't wanna drown, you better keep swimming. You're the fastest one in the water. You're the slowest one of the blocks. You just gotta... Það er ekki hægt að gera Denzel eftir það. Það er eiginlega verfið. Nei, við hefum ekki hægt að gera það. Hvað verður? Það er ekki það því. Það er bara svo erfitt að gera það. Já, þú veist, það er líka svona það sem er svo insanely sjarmirandi við þessa mynd. Þú veist, hún er bæði eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona nihilistic, nútíma, bara kartellmyndband. Post 9/11. En svo er líka Die Hard. Já. Hún er líka bara eitthvað, hann er að segja eitthvað cool. Og þú veist. Það er líka bara eitthvað svona, þegar ég hugsa baka þetta eins og þú hugsa ég bara svona B-mynd, eitthvað svona gaur með eitthvað skrýtin hjálm á hausnum, eitthvað að sjá í framtíðin, eitthvað svona, en þú veist, svo er hún bara geggjuð. Hún er geggjuð, það er líka, þú veist, það er nuts premise og meira nuts execution á nuts premise. Já, þú veist, þetta er allt svona, þetta er, þú veist, Minority Report, eða eitthvað, nema með Denzel Washington og one-liner, eitthvað, skilur við. Hann er get cool. Já. Man on Fire er aðalega hvað Denzel Washington er cool. Flesta myndir með Denzel Washington eru hvað Denzel Washington er cool, en hann er líka alveg cool. Hann er cool. Hérna, fucking, var hann í, hvað hétir Reykjavík Rotterdam á ensku? Já, Contraband. Nei, Mark Wahlberg. Já, hann var náttúrulega í henni. Já. En hann var í Two Guns með Mark Wahlberg. Hann var í já. Ég hef ekki séð hann. Við þurfum stuttpása með við horfum á Two Guns. Two Guys. Two Guys. Two Guys, Two Guns. Þú veist að það er miklu betra nafn. Já. Two Guys, Two Guns. Two Guys, Two Guns. Það er fokkin sík nafn. Það er fokkin geggjað. Two Guns er bara eitthvað... Við skulum gera þá mynd og hún verður betri heldur en, þú veist,
Já, Two guys. Er það sem ekki, já. Það er veitingastaður já. sem Það er Við skulum ekki byrja að tala um Two Guys af því ég mun ekki hætta að tala um hvað Two Guys er fucking asnalegt. Það er satt svo asnalegt. Eitthvað svona langaði í gamla skálaborgarann. Sveittur handagrigaborgari. Við nuttum öllum að borgarna spöngin á okkur. Líkamsvessa. Dirty shit balls and brims. Vilt þú ekki vera skegga á í hamburgaraðin? Bara 2 gaurar og hamburgararsósa. Þeir eru alveg svona Við höfum aldrei keypt Hornet. Og þú veist Þú ert að borða forhúð. Já, þetta er bara eitthvað svona þú veist að já, en líka eitthvað svona Líka bara allt þetta við sjónra. ætlum að eiga eitthvað miklu marketing budget í að segja hvað allt Hvað er fucking ógeðslegt. Hvað mikið viðbjóð Það er mikið Sér svona dirty fries hérna Sér svona fucking Við sköfum það upp Hórstippu að niðurgangs viðbjóður. Við fucking sköfum það upp að gólfinu Þú veist Og eitthvað svona En líka bara 2 guys þú veist Hættu 3 þú veist come on rimshot en þú veist þú veist máttu það Það er þetta er verri dæmi eins og annað fucking Drunk Rabbit sem bara svona já við tókum bara logoðið hjá þeim líka við erum og útskýringin á fucking eigandanum var já ég var í New York og sá hennar stað og sá þetta logo og tók myndaði svona og þú reyndir ekki svona að koma með ástæði fyrir að þetta var eitthvað aðeins öðru ég segi derivative svona nei ég bara notaði þetta þú veist ég var í Elko og ég sá hún síma þannig ég stal hún bara ég gæti ég skal bara bæta við screenshoti hérna af ef þú ferð á Google og leitar af hot chicken restaurant þá færðu logoið fyrir Sorbian Hot mér finnst það samt respectable það er alveg bara svona þú veist það er bara eitthvað gaur einhver sýrlensku gaur bara að mæta með fucking pomegranate molasses drikkin sinn leinu uppskriftir mjög sýrlenskt en það er eitthvað að setja þessi tölvu sína hot chicken restaurant það er líka illa taka út svona royalty frímerkið í paint það er sick veistu af hverju? Af því hann borgaði ekki fyrir það nei það er líka þú veist þeir eru all in í þú veist það er einhver svona markaðstofa sem svona er bara með PepsiCo actually þá þarf nei það er eitthvað svona sem er bara með PepsiCo heitir eitthvað svona Ölfusá eða eitthvað sem engin veit hvað einhver auglýsingastofa og Túkaðins fóru bara please getið bara ég skulum borga ógeðslega mikið af peningum og þú veist þið segir líka að við erum sveittir please þetta er svo mikið sjoppu hamburgeri eldaður af vanhæfu fólki og bara það er ógeð það er svo mikið líkamslykt inn á staðnum það er svo mikið vond kallalikt og svo gera þetta alltaf eitthvað svona smassborgarar og vængjast hvað er þetta eitthvað stél ágeggjað Tennessee hot chicken samloka og eitthvað svona þú veist fully bandarist bara eitthvað svona það er secret menu items það er svona þú veist eitthvað en svo bara svona opnum 17 staði og krössum því allt hvert einasta sitt með þessa fucking noodle station sem er bara eitthvað svona það var svo geggjað líka bara svona hérna er súpan þetta er súpan okkar það er líka svo mikið aldrei biðið mitt annað það er einhver svona vittlýsingur í tásuskóm sem er eitthvað svona markaðs fucking eitthvað svona með bluetooth hérna til að kasta bolta í vegginu sér þannig að það sem þú vilt vera að gera og hérna þetta getur sko þú veist hefur þið séð hérna franchising 1 orð 3 atkvæði 2 atkvæði franchising þessir gaurar eru núti það er bara svona að tenka hagkerfin tortíma Ísland þeir eru að eyðileggja Ísland þetta er gamla bilhyggstíókið já þú veist are you in advertising yes kill yourself there is no joke það er ekki grín það er líka bara svona þú veist ekki einu sinni hot take held að myndi laga svo mikið að bara banna auglýsingar
honestly, það Eða svona, svona- hefur séð myndirnar úr bænum í Suður-Ameríku, sem bannaði auglýsing, allar opinbera, á öllum opinbera. Svo góð hugmynd. Þetta eitthvað svona, Bæði við, ef þið viljið sponsora podcast. þá munum við aldrei sína neitt. Við munum svona veikli útskýra hvað þeir Við munum svona gefa tilvitnanir í það. Já, geggja dót hjá þeim. Ég hef ekkert á góðar móti því. vörur. En þú veist, maður horfir á myndir og maður bara svona, já, svona, Já, þetta er umhverfi. ekki, þú veist, þú farð að búa í bæ. Þú verður að búa. Þú byrðið ekki í eitthvað svona Facebook banner. Nei, ég er búin að, þú veist, ég sett upp svona adblocker, svona mjög nördalegan adblocker í tölvunni minni, með eitthvað svona fucking logging og eitthvað. Ég fór að skoða daginn. 1 mánuður. Já, bara. Sorry, ég verða. Allt í góðu. Ekki segja mér neitt meira. Hvað er það þér? Þetta eru persónuupplýsingar. Ég veit ekki spila það, ég vil ekki vita þetta. En allavega. Anyway. Fucking vektor, auglýsingablokkar. Já, 1,8 milljón auglýsingar. Ég pælti í, það er ekki á, sem sagt, mánuði. Og ég svona, þú veist, það er eitthvað svona, þú veist, þetta er algjört svona dead internet þeirri dæmi, en bara svona, hvað gerist þegar við fyrir út the other end, skilur? Ég er bara svona raunverulega bara svona, ímyndaður hvað, þú veist, með hver einustu síðu sem þú klikkar á, kannski 4 auglýsingar. Hvað er mikið af fucking nettraffic sem er bara auglýsingar? Hvað er mikið af nettraffic sem er bara ekkert, sem er bara fucking suð? Já. Sem er eitthvað bullshit. Já. Það er fucking crazy. Svo líka, þú veist, ef ég vinn við að selja netauglýsingar og ég seti upp auglýsingu og þú veist, það er enginn að klikka á neitt verðs og öll traffikin er bara bottar. Það eina sem ég geri er að ég, þú veist, borga botfarmi einhver staðar til að koma og klikka á auglýsinguna. Þannig ég get sýnt þér svona línurið bara, hei, þú veist, alltaf verða vitlaust hérna á auglýsingunni. Alltaf verða vitlaust. Þú ert in the big leagues núna, sko. Legðu inn á mig 50 milljónir viðbútt. Já. Ég var að lesa smá grein Oracle. Já. Sem bara svona, ef við setjum okkur álhattin í smá stund, er bara svona, var bara NSA að reyna að búa til gagnagrunn til að hlera fleiri hluti. Já, því líka bara var stofnað þaðan og bara svona, ef þú ert verktaki þá máttu gera hvað sem er af því að það er ekki hægt að court-martiala þig. Já, það er nákvæmlega, og þú veist, og það er svona færið bara fólk frá öðrum löndum til að ljósna þig, af því það er minni glæpir eða minni dómar fyrir það heldur en að ljósna þig í land. Allavega, veistu hvað Oracle stendur fyrir? Nei. One rich asshole called Larry Ellison. Yes. Já. Það er mjög næs. Og hann sagði einu sinni, we don't have customers, we have prisoners. En þú veist, þetta er svona þetta er svona fyrirtækið, sko. Já. Þetta er svona Halliburton. I don't believe you. The liberal media would have told me about this. There's no such thing. The New York Times is owned by NYT Incorporated, which is owned by Altheon Ballistic Dynamics, which is owned by the Murdoch family, who are owned by Halliburton. Þú veist, þetta er svona, þú veist, já, þetta er svona fyrirtæki sem er allstaðar og tengist einhvern veginn öllu og þetta er svona, já, ertu búin að borga þennarreikning? Þú er bara svona, já, er það, ok, þú fær eitthvað rukkur frá okkur fyrirtæki eftir svona, ok. Líka, þú veist, með, þú veist, nema $1 trillion sem er eitthvað. Ríkasta maður í heiminum þinn, Larry Ellison. Það er ekki skellulegt örugglega. En líka, þú veist, með, þú veist, öll þessi fyrirtæki sem eru svona mjög augljós, þú veist, extension af leyniþjónustum í Bandaríkjunum og hérna staðar sem að, þú veist, þetta er svo Palantir sem er stofnað af CIA.
eini viðskiptavinur Palantir Já. í áratug var the CIA. En þetta samt einkafyrirtæki, þannig að þú getur ekki sent Freedom of Information requests. Þeir eru ekki háðir neins konar lýðræðislegu ferli eða yfirsjón. Og svo núna bara svona... Nei, það væri líka brot á samkeppnislögum eða þú væri brot á samkeppnislögum. Og þú veist, það einhverjir gaurar sem að svona hafa gett mikið áhuga á, þú veist, þjóðaröryggi. Nei, svona opinberlega hafa áhuga á umurleika. Já. Bara allt sé umurlegt. Já, líka bara, þó að þú veist, þó með þess að þú takir premissið, bara góð, þetta fyrir þjóðaröryggi. Og það einhverjir gaurar sem að búa til tækni sem getur loggað öll samskipti hjá öllum í rauntíma og gert searchable gagnabanka úr því. Það bara svona, þú sem leyniþjónusta eða aðili með áhuga á varnarmálum eða þjóðaröryggi, þú getur ekki unnið vinnuna þína og leyft þeim að starfa sjálfstætt. Nei. Það algjört imperativ fyrir það sem þú vilt fá í gegn að þú komist inn í þessi fyrirtæki og þú stýra þessum fyrirtækjum. Þess vegna stofna þeir þessi fyrirtæki sjálfur. Já, ég man aldrei hvað hann heitir fokkin eigandinn á Palantir. Hann bara svona mætir í viðtölu, hann bara eitthvað svona... Já, antikristurinn. Frekar cool gaur. The Antichrist. Já, Peter Thiel. Já, hann er Nei, Karp, já, Alex Karp. Hann er bara svona openly evil, þú veist, ég meina Google tekur út slagorðið sitt don't be evil. Já. Og það er bara svona eins og allir hafa tekið gett. Það er eins og allir hafa ekki tekið í svona óvart gett bókstaflega, svona, Já. Við megum bara, við viljum bara geta openly evil. Þetta sé bara svona, þú veist, casual Friday. Svona, þannig við getum alveg... Já, þetta er bara svona, þú veist, oh my god, sko. En já, Peter Thiel er bara, hann þú veist, þetta líka, þú veist, þetta svona, við höfum nokkur sem talað það, svona hæfniskreppan í djúpríkinu. Já. Svona, þú mátt ekki bara halda fyrirlestur þú veist, the Antichrist. Að ég líka bara svona, þú veist, eins og núna í dag var, þú veist, Dick Cheney að deyja. Já. Þú veist, Rick Bozo. Já, þú veist, ég ætla bara að segja það eru fáir menn í mannkynssögunni sem láta mér líða bara svona einhverja sér tilfinningu, bara svona sér ílsku ógeðis tilfinningu. Já, en það líka, þú veist, þú sérð hann og það bara svona, hann keyrði hingað frá helvíti. Þú veist, hann þú veist. Og þú veist, einn vinur minn kom með einn góðan punkt. Hann sagði, skulum ekki gleyma því að hann færði okkur bíómyndina Vice, þannig við getum þakkað hann fyrir heill Vice er náttúrulega hann, það sem Christian Bale hann leikur hann, sem frábær bíómynd. En hann má eiga það að hann færði okkur en þú veist, eins og einmitt hann og þú veist Kissinger, sem svona þú veist, the old guard seinasta kynslóð af svona neocon nutcases, sem bara svona, við viljum slæmt, við viljum steypa veröldunni í glötun. Já, það næs. Og það, þú veist, við erum það. Já, þú veist, hann er svo evil að hann skýtur mann í andlit með haglabyssu og gaurinn biðst afsökunar sem hann skýtur í andlit. Pældi ef ég myndi skjóta þig. Hey. Og ég myndi gaslæta þig til að biðja fyrir gaur, ekki ég er augljóslega í vesti. Já, þú veist. Hvað meinaru? Af hverju varstu... Lítið út þessu fugli eða? Segja hann að ég haldið að vera dátýr. Að mér er alveg sama. Já, þú veist. Mér er frekandrið. Já, þú hefur ekki að vera fyrir mér. Sorry. En líka svona, þú veist, munurinn á, þú veist, þessum gaurum, OG Neocons versus gaurinn í dag sem eitthvað svona Elon Musk og einhverjum svona vittlisingar. Ég hef alveg talað um það að þú ert með Paul Wolfowitz, Rumsfeld, Colin Powell, Dick Cheney, þú veist, alla þessu gaura og Bush. Og bara svona og svona allt fucking Princeton, fucking Yale menn, einhverjir Skull and Bones gaurar og bara svona þú veist, eru Megatron ílsku. Já. Þeir eru með bara eitthvað svona, þú veist, business acumen, þeir eru með þetta og ég bara svona, og þú veist,
þeir eru svona The Globetrotters og þú veist, fyrir það e-books. eru tvær leiðir að líta á þetta, annarkvort ertu fokk hvað ég hræddu við þessa gauðra Elon Musk og þú veist, Peter Thiel og whatever, Já. af því að þeir eru svo heimskir Já. en með svo mikið völd. Já. En svo hinn liðin bara svona, en þeir eru það, en þeir eru ekki maður sem var forstjóri yfir risastóru fyrirtæki og stemdi því vel, var orrustu flugmaður, útskrifaðist með doktorsgráð úr Yale og starfaði sem prófessor eftir á forseti. Þú veist, það er alveg svona já, þannig að gaurin sem ég get heimskur, mástu. Já, svona kartúnisli vitleysu gaurin. Þannig sem er alltaf að segja vitlaust. Já. Þannig að George Bush yngri sem, þú veist, ég bara svona mana fólk að fara og hlusta á viðtal við hann eftir að hann hætti sem forseti. Já. Bara mana þig. Það var fucking prófessor við einhver fucking alþjóðapolítík eða sögu eða ég manni hvað var og bara svona þú heyrir náttúrulega bara svona já, þú skilur hvað, þú veist, skilur Já, þú veist hvað þú ert að tala veist hvað þú tala það er frekar fucking þú getur bara sagt í 5 setningum bara svona, hann útskýrir í svona 5 setningum bara svona alla pólitíks frá 2000 til 2015 já, það sprettur upp mingur svona og þessi og ég bara svona já, þetta er hann, þetta er gaurinn ekki bara miklu öðuldra að segja hann sé heimskur það er alveg svona, þú veist ekki gaurinn sem búin að vera gjaldþrota 7 sinnum skilin 4 sinnum þú veist, já, skilur hvað ég meina já þú veist, bara svona þú veist, what the fuck það er, sko, líka, þú veist, ég held að sé líka bara svona það er auðveldari hugmynd til að kyngja að hlutinni séu slæmir vegna þess að fólkið sem að stýrir hlutunum er vittlaust og það er ekki að, það vill gera vel en það veit ekki hvernig það að framkvæma það frekar en að gera sig grein fyrir bara svona nei, þau vilja hluti sem eru slæmir fyrir þig já þeirra ideal heimsmynd en það er náttúrulega líka það ertu með, þú veist svona hvað er gott dæmi bara eitthvað svona Douglas MacArthur náunga bara eitthvað svona náunga sem bara já, við ætlum ekki að vinna þessa stríð með herrkænsku af því þá þurftu að vera gáðaður við ætlum bara henda kjarnorkusprengju og það er einhvern veginn hræðslan í dag er ófokka þeir eru heimskir og ætlar að taka þú veist, við ætlum að banna útlendinga bara svona hvað er þetta að segja? Náið þeim og það er náttúrulega bara það sem er að gerast í dag bara svona, já, þú gerðir þetta, þú veist executive theory, conservation of power þú veist, að í rauninni þrískipt vald sé ekki til af því að það endar alltaf funnelast einhvern veginn í gegnum forsetan og þú tekur það og svo bara svona hættir hann gaurinn sem stofnaði það þú veist, Dick Cheney bara, hann er arkitektinn á baka það basically, þetta hafði náttúrulega reynt áður en þú veist, bara svona, já, nú erstu það pluss bara svona vitlýsing. Já, það er alveg bara svona, og þetta er líka, þú veist sem er alltaf ég ætla að reka þetta fucking ég ætla að reka þetta ríkisstjórn eins og hamborgarstáð í Íslandi það er ekki ekki að ég er líka bara svona, þú veist það sem þessir gaurar kunna er að koma inn í samstöpur hóla þeir að innan og krassa þeim en þannig að þeir ná að stela miklu að geta þeir eru að sjorta Bandaríki sem er í grein sem ég sendi þér að þú sendi mér frá 1916 held ég, íslensk grein þá sem hann talar þetta hann það var ekki Jónas frá Hriflu, það var, já, mögulega hann The Goat já, The Goat, hann er bara að tala bara svona, já kapitalism er það að návöldum krassalt og taka svo mólna bara svona, já, þetta er frá 1916 við erum búin að vita þetta við erum búin að vita þetta nokkuð við erum búin að vera að stefna á þennan ísækja nokkuð lengi það er svona við hefum getað beitt eða, þú veist ef stýrið væri tengt í eitthvað en núna erum við komið með eins og við töluðum þú veist, við erum komið með Girl Boss in the Empire Axis Powers eru orðnir Girl Boss þetta er Hitalia þáttur já í alvörinni þetta er plotti svo mikið að reyna sig ekki lut ég ætla ekki að segja það nei þú veist ég veit allavega já þetta er mjög líka svona
það svo fyndið þetta bara svona að vera openly evil. Já. Þú veist, ég veit ekki, ég var bara svona, þú veist, ég var að skrifa grein daginn á það. Já. Bara svona hyper-reality, þú veist. Já. Að setja fram eitthvað option, að það sé option, að vera bara evil. Já. Þótt þú neytir því, segir, hei, ekki gera það, þá ertu svona búin að inserta því sem option. Já. Það skilur þú veist, sama hversu mikil geðveiki hluturinn svo að segja, bara eitthvað svona, já, nei, geimverur drápu John F. Kennedy. Ef þú skilur bara, ok, það er þetta geggjað, þú veist, augljóslega gerðist. En þú veist, bara eitthvað svona, leið þú hendir hérna út, þú veist, í dag er það bara valid. Þú veist, það einhvern veginn lived experience, valid, I love, nei, það það, en þú veist, ég var að tala þú veist, bara svona dæmið sem ég tók var út úr Eddington, bíómyndin Eddington, geggjumynd. Já. Sem bara svona smábær, það sem að þau í gangi gegnum COVID, gangi gegnum allt turmoil í gangi í Bandaríkjunum og bara svona af því þau að lesa svo mikið það að þá byrja þau að upplifa það. Já. Bara, guð minn góður, það alltaf rinni, skilur þú? Já. En það ekkert að gera. Nei. Þú veist, þetta bara svona War of the Worlds. Þú veist, þetta bara War, famine, death. Já. Where is all this shit happening, man? Can someone fuck this guy so we can get some good news? Það basically djókið. En þú veist, í myndinni þá, þú veist, kveiknar í ruslatunninu. Já. Bara það. Já. Það bara, það er hún. Já. Svo tekur það einhverju upp og þá það orðið eitthvað svona object, skilurðu. Já. Og þá ertu búin að svona afrita það yfir einhvern svona netheim. Og svo gefur þú veist, caption, þú getur annarkvært sagt að já, það voru, þú veist, hjólabrættakörur sem gera það. Eða það voru feministar sem gera það. Eða eitthvað whatever, skilur þú. Og þá ertu búin að bara svona, já, þá það til. Já. Það er núna ekki bara skoðun, það raunverulega einhvers. Já. Þannig það til að úti. Já. Og svo, þú veist, svo kemur, þú veist, þetta fjarlægist alltaf meira og meira frá raunveruleikanum, þannig á endanum þetta ekki sko, á endanum þetta já, þú veist, Antifa kveikti í ruslatunni og svo kemur borgir að brenna. Já. Þú veist, það ekkert neitt lengur. Nei. Þú veist, það svona the ultimate, alveg bara svona endirinn, þú veist, og það bara svona það sem í dag, það bara þetta. Já. Og ég bara svona, já, það kannski væri gagnrýn hugsun eitthvað sem við ætlum að kenna. En það líka, þú veist, að einmitt þetta að, þú veist, við myndum okkur ekki skoðanir lengur, við bara veljum valmöguleika. Já. En þú veist, þú ert presenteraður með þetta valmöguleikanir á Discourse sem þú hefur í boði og þú getur ítt á, þú veist. Já, en þetta svona svo eitthvað svona poll. Já. Þú gerir svona poll á internetinu, á Twitter eða eitthvað og þú veist, þú getur svona bætt við þín einn optioni. Já. En þá það alltaf talið í lokaniðurstöðinni. Já. Þetta bara svona, það að eiga samtal í dag. Já. Og þetta bara svona eins og maður svo oft talað bara í gamla daga, voru objective fréttir. Já. Og þú hittist í miðjunni og það var eitthvað til að tala þetta gerðist og við ætlum að bánsa af því til að tala það. Þú veist. Núna það splittað í tvennt og það mun aldrei ná saman. Þetta svona sem ég var að lesa í bók, frábær bók. I'm starting to worry about the big black box of doom, heitir hún. Bara, þú veist, geggjubók. Og hann talar þar bara eitthvað svona mjög fyndin lína. Hann eitthvað svona, já, þú veist, ég var bara eitthvað rífast einhverja kona því hún var að segja að Hitler verið barnan í ykkur. Og það ekki, þú veist, það ekki satt. Já. Og bara svona, eftir að verja Hitler. Bara svona, nei, þú mátt samt ekki bara segja hvað sem En það bara svona, já, en það engin niðurstaða þarna. Nei. Það engin niðurstaða. Og við erum komið þangað að það aldrei, þú veist, af því að 2 optionin valid, þá aldrei neitt objectively raunverulegt. Sem þú veist, vandamál. Það definitely ekki vandamál að það, bara, þú veist. Engar slæmar afleiðingar sem getur mögulega. Nei, bara svona fjölmiðlalæsi, gagnrýn hugsun, bara svona basic dot. Já, það alveg bara svona,
þú veist, ég fer og svona skalla vegg alltaf þegar að tala eitthvað svona við þurfum að kenna krökkunum á, þú veist, nútíma heiminn, þannig að þau verða að vera með snjallsíma í skólanum. Nei. Svona, það öfugt. Þú ert ekki að kenna þeim hvernig þú átt að navigata bara svona the records. Hvað ef allt sem einhver tímann sagt bara svona í vasanauðinu og þér aldrei kennt að finna út úr neinu. Nei, þú veist, nákvæmlega. Það bara svona, auðvitað verður allt bara eitthvað. Já, þú veist, þetta líka, þú veist, það alltaf bara svona eitthvað kontekst og point á því sem þú þarft að læra, þú veist, ég þekki ekki alla sögu í Perú, skilurðu, og það engin leið fyrir mig til að vita það, en þú veist, svona contextually vissir hlutir sem ég þarf að vita, bara svona objective raunveruleiki sem ég þarf að vita. Já. Og þú veist, ég held að þetta bara svo eitthvað svona, þú lest Catcher í ensku tíma og fer svo á Sparknotes og finnur hvað hann Já. Svona við getum, þú veist, ég veit að það er mjög erfitt að fara aftur úr því, bara með alla mannkynssöguna núna. Já. En við erum bara svona smá að Sparknota allt. Já, sem þú veist, að þið líka bara svona því meira, þú veist, því meira sem þú hagræðir upplýsingaöflun, því meira funnelaru og því, þú veist, auðveldara að segjum að fólk einhvers staðar út í bæ hefði áhuga á því að bara svona stýra þjóðfélagsumræðu. Já. Ég veit ekki af hverju einhver myndi detta það. Nei. Það væri bara ekki bilað. Og bara svona, eins og bara svona á síðustu 2 árum, ef þú googlar einhverju, þú færið ekki, fyrir 2 árum, fegstu bara svona spyrð Google þú veist, grjónagrautuppskriftir og þú færð 10.000 blaðsíður af grjónagrautuppskriftum og þú þarf bara að fucking svarta í gegnum það. Núna bara svona, nei, þú færð eina setningu efst hvað grjónagrautur Já. Og þú veist, þetta að sama og gerðist með fréttir af því að, þú veist, rannsóknarblaðamennska dó út, en þess að fólk lesi ekki sömu fréttir en 2 svar. Nei. Þannig að ef að við erum fréttastofu og það gerðist eitthvað, það skandall í ríkisstjórninni og við sendum fréttamann niður stjórnarráð og hann tekur við undirbúinni yfirlýsingu á stjórnarráðinni og við birtum það sem frétt og 3 mánuðum seinna kemur út frétt þar sem var sendur fréttamaður til að vinna rannsóknarvinnu, til að afla sér heimilda, til að komast til botns í þessu og með allt aðrar, þú veist, annan vinkil heldur en það sem að gefa út. Þetta náttúrulega því fólk lesa það ekki, það búið að lesa fréttina. En þetta líka bara Daily Mail, Guardian, þú veist, þetta var bara svona playbookið þeirra var að gera fantastic fréttir, ekki þannig fantastic, þetta svona í rauninni bara bull fréttir og setja svo blaðsíðu 8 leiðréttingu. Já. Af því þú ert ekki að fara, þú veist, hvað ekkert, þú veist, það ekkert gaman. Já, við vorum bara að djóka, það gerist definitely ekki. Þú trúðir þessu. Og þetta var komið á eitthvað svona punkt að, þú veist, og náttúrulega blaðamennska í í Breitlandi er náttúrulega bara, þetta er bara að lesa söguna því ég er bara fáránlegast að sögur heyrt. Bara svona, þau mátt bara segja hvað sem er. Nei, just. Nei, við erum tabloid, við erum ekki fréttablað. Já. Við erum séð og heyrt. Og ég er enda að sakna séð og heyrt. Það var séð og heyrt. Amma Dista, Queen, sagði alltaf, séð og heyrt er ekki góð kaup, en það er góð fjárfesting. Og það er svo satt, að því við vorum upp í bústað, lesa 10 ára gamalt séð og heyrt, bara eitthvað svona, djúvillan rétt fyrir sér. Það er alveg bara svona, þetta er, af því þetta er svona condensed, rugglið okkar condensed. Já. Svona þetta er þjóðarandinn, skilur, þetta er, þú veist, það er ekki... Þetta er það sem þið viljið sjá. Já, þetta er það sem fólk vildi sjá, skilur, það er eitthvað svona, og þú veist, það var alltaf hellingur af hræðilegum hlutum, aftast í blaðinu, allavega, við tölum ekki það, það er hræðilegt, en svona, og svona reyna að ná inn einhverju svona paparazzo menningu á Íslandi. Sko, talandi þann vinkil, sko, ég sá innslag
frá Mörtu Maríu fyrir svona Það sem hún var í 10 árum eða eitthvað. Ég hélt að Marta María væri svona djók karakter. Og hún ekki? Þú ert í alvörinu að segja mig frétti núna. Ég held að það væri eitthvað svona Þegar hún klæddi sig eins og hún væri heimilislaus. Ég bara vissi ekki að það væri hægt að gera eitthvað svona hryllilega ljóta. Hún klæddi sig alveg eins og skrýmslakonan í Mulholland Drive. Já. Look it up. Ég sé það var reynda gengið. Kannski er hún bara eitthvað lynchhaus. Ég var svona. En já, og svo bara svona labbaði hún niður í bæ, þú veist, eitthvað svona mest offensive heimilislausa manneskja. Já, bara þú veist, þetta þú veist, að því að fóstbræður voru búnir að gera þetta, þegar hann, þú veist, lætur gera sig innflytjanda. En það líka ekki alvöru. Þú veist, fóstbræður var ekki grín meira en öfugt við alvöru. Skilur þú? Fóstbræður var aldrei grín, það var aldrei grínastaður, það voru öfugt við raunveruleikanastaður, skilur þú? Það það sem gerði ekki fóstbræður svo gott. Já, það Þú veist, ekki vá hvað þetta var að fyndi, bara svona, nei, vá hvað þetta ekki, þú veist, þetta ekki. Nei, þetta ekki. Augljóslega ekki. Það sant. Hvernig ekki, þú veist, það búin að vera svo mikið stöðnun eftir fóstbræður? Já, það bara svínasúpan átti nokkra bengara. Já, ég svona spáð og fólk alltaf eitthvað að horfa á eitthvað, ég að detta eitthvað nafn í hug sem ekki alvöru nafn. Hringekjan sem var alvöru þáttur og ég ekki að meina að hann hafi verið slæmur, en bara eitthvað svona horfa á eitthvað bónusvídeó, The Sitcom, og ég eitthvað svona reyni og það þú veist, einhver sem var að keyra í vinnuna, datt í hugbrandara og það 500 þættinum. En ég var eitthvað, þú veist, ég reyndi að horfa eitthvað kanari og eitthvað svona, en þú veist. Ég genuinely alveg bara svona, ok, ég til í alveg bara að þetta sé get fyndið. Sumt af þessu var alveg fyndið. Já. En bara svona, þú veist. En þið eruð að gera grín. Þið eruð að gera grín. Þið eruð að gera grín. Líka, þú veist, að þetta sé eitthvað svona get flott skotið, það drepur mig. Eða eitthvað svona, það eitthvað svona, þeir eru með fucking filtera og lýsingu og eitthvað bara svona. Gerðu bara fyndið. Gerðu eitthvað fyndið. Eða bara svona, fóstbræður lítur út eins og bara svona volgasti hundaskítur. Já. Eða bara svona, þú kúkaðir á vídeosensor. Já. Og það myndefnið. Og það miklu fyndnar út af því. Já, eiginlega. Þú veist, ég líka bara svona, þú veist, af hverju, þú veist, ég man þetta bara svona YouTube-gaurum. Gaur. Það bara eitthvað svona tússpenni og teip grín. Eitthvað bara eitthvað svona ekkert zero budget. Fucking blautt bagg. Já, blautt bagg. Það finnast það sem ég hef séð. Gaurastelna mig sem alltaf ekki leikið, en nei. Pizzabræður sem líka ekki leikið. En þú veist, ég man eftir, þú veist, það þetta eitt sem ég alveg svona man eftir að horta á því ég var yngri, svona F&D films hérna, bara svona eitthvað svona tveir gaurar í bumfuck nowhere. Það svo að gera grín. Já. Og eitthvað svona, hérna energy fuck, einhver drykkur sem gefur þér, þú veist, yfirskegg og gerir ekki að djúbröðan og svona, hvað að gerast eitthvað? Það svona mjög fyndið. Já, líka bara svona, það engin peningur, það engin að fara að sjá þetta. Nei. Þetta bara for the love of the game. En þeir gerðu samt svo ógeðslega fyndir hlut mörg árum seinna. Þeir voru með svona GoFundMe síðu þar sem þeir fjármögnuðu fyrir bíómynd og hurfu svo. Og bíómyndin var 2 gaurar sem gerðu það. Þeir gerðu það actually bíómynd. Og djókið var að þetta væru 2 gaurar sem gerðu það. Sem þú veist bara svona nice. Já, nice. Það fyndið. Það fyndið. En bara svona bönsa einhverju, þú veist, og einhverju svona shit sem ég, þú veist, hvað Foilarm and Hog, einhverju svona breskir gaurar sem að gera eitthvað svona og sumt að þið alveg svona lítur vel út in service of grínið. Já. Ekki lítur vel út. Nei, þú veist, af því að þetta er ekki fyndið. Klárt tökumaður. En líka bara svona af því þetta er ekki fyndið þá þurfum við að gera eitthvað svona production. Nei, þá ekki vera production value. Þú ert að miskilja. Þú ert svo mikið að miskilja
Það svo fucking Don Glover gerði svo góða YouTube-sketsa. Það bara svona epic dót. Unreal. Meiri sér bara svona, þú En veist, svo gerði hann eina bestu sjónvarpsþætti allan tíma. Þú veist, svo gerði hann Atlanta. já, En þá er þetta líka bara you've earned that, Já, skilur. já, Bara svona í mínum huga það bara svona já. Þú búin að gera dót. brjálæðislega vel gert sjónvarp, brjálæðislega vel skrifað og að svona rooted í fyndni. Já. Þú veist, heimurinn fyndinn en lífið er ekki fyndið. Það er gott svona grín. Þú veist, Better Call Saul, allt þetta svona, þú veist, það bara svona heimurinn fyndinn. Já. Lífið þitt ekki fyndið. Lífið þitt suckar. Lífið En heimurinn mjög fyndinn. Já. Þú veist, þú verður bara að búa í honum og reyna að lifa af, skilur. Það má ekki vera bara, þú veist, á meðan íslenskt grín eitthvað svona heimurinn bara eins og hann en ég ekki þetta fyndinn. Það er ekki, skilur. Það er ekki fyndið. Það er ekki fyndið. Eitthvað svona, þú veist, já, ég veit það ekki. Ég hef alveg reynt, sko. Ég hef alveg reynt að horfa á grín. Já, það er eins og, þú veist, dótið sem Steindi var að gera áður en hann var með þátt. Það er alveg bara svona unhinged fyndið dót. Mjög síns tíma, mjög fyndið. Já. Það er eitthvað svona rock.is grín. Já. Þessi rock.is lög eru mest authentic tónlist sem eru saman. Það er allir að meina það. Af því þú varst að gera tónlist. Gera tónlist, þá fucking situr á rock.is. Var ekki eitthvað svona dæmi með að fá rock.is tilbaka? Ég sendi honum einhvern tímann tölvupóst með að reyna eitthvað svona, því ég held að ég ennþá allt til. Það var á vefsíðunni sem stóð, ég á ekki einlega fjármagn til að hósta þessu blá blá, en ég bara svona, við hljótum að geta. Hvernig getum við fjármagna Listaháskólan en ekki rock.is? Já. Come on. Já. Það er fucking nuts. En ég komist að því að svona íslensk grín, eitthvað svona uppistand og eitthvað sem ekki. Nei, við skiljum ekki konseptið uppistand. Af því það er fólk að vera uppistandarar. Það er fólk, ég er uppistandari, ég er Saga Garðars og ég er að leika uppistandara. Þetta er uppistand by virtue af því að ég er uppistandari. Já. Ég sé Sögu Garðars nokkurnum. Heitir hún það ekki? Saga. Fyndna konan. Við bara svona blöskrar mjög mikið yfir henni. Mjög, það er ekki gott, sko. Ég hef ekki séð það. Nei, ég var bara svona, nokkur sem farið eitthvað svona, þar sem hún var að skemmta eða uppistandi eitthvað, ég bara svona, fucking vond, svona, oh shit. Veislustjórnin er líka inherently evil dæmi. Já, ég trúi þér þetta alveg, sko. Það er... En hvað, já, hún alltaf, það var hún sem var að fucking drulli við hérna... Já, yfir Loga, Bergmann. Nei, hún það var ég vonaði sér ekki að vera rannt með mál, en var hún ekki að Spugstore? Jú, já. Það er bara ógeðslega fucking offensive, finnst mér. Mér finnst það bara ógeðslega offensive hluti til að segja, því að það er bara svona, þú veist, þeir gerði þetta í hverju einustu viku með ekkert budget og bara svona algjört elbowgrís, bootstrap, bara, þú veist, þetta var bara svona grín í gegnum erfiða vinnu, basically. Já, það er alveg bara svona, það er ekki sanngjarnt. Það er eitthvað svona, Spugstoman, En ég líka bara eitthvað svona, hvaðan er þetta að koma? Hvað er angulið? Líka, þú veist, fucking Spugstofan á svo marga fucking bangers. Já, en þú veist, ófeigur. Já. Þú veist, það er ekki hægt að vera svona fyndið. En þú veist, ég líka, þú veist, mér finnst bara eitthvað svona á það hafi gert þetta og þú veist og ég alveg mér finnst ennþá svo ógeðslega fyndið þannig að Örn Árnason. Örn Ármann, nei Árnason. Örn Árnason, já, Örn Árnason, já bara svona, hann er glúslega leiðilegur í alvörinni. Besti gaur í heiminum. Besti gaur. Hann er svo falleg sál. Ég bara svona what the hell? Alltaf bara svona geðveikt svona consciously góður við það. Já.
og ég bara svona, ha? Ég var svo, þú veist, á kvikmyndaskóla setti sem hann eitthvað bara svona Ég var var það líka. geðveikt, þú varst það líka. Já. Hann var geðveikt til í að vera þar og við eitthvað svona, takk fyrir svo mikið fyrir að koma. Hann var geð svona, Þú veist, geðveikt, consciously, þú veist, ógeðslega mikið að passa upp á allir í kringum hann. Hefði það líka gott. sem bara eitthvað svona, auðvitað að gera það. Það sko, hefurðu séð ófegur fyrir að veiða? Ég man ekki eftir því. Eða þú veist, Ég þarf alveg að grafa án í spaukstofu, kistuna, sko. sko við áttum svona nokkrar spaukstofu spólur heima og það eru nokkri spaukstofu sketsar sem bara svona myrða mig. Eða þú veist, ég bara svona get ekki andað eins og þegar að ófegur, þú veist, ófegur fyrir að veiða hann er ófegur og hann þegar Það er bara fyndið. þú veist, það er ógeðslega Fyndið kall. hann er eitthvað svona og lappar, þú veist, með veiðistöng og svo svona, þú veist, er vegur sem fer í kringum, þú veist, vatnið sem hann er að kasta út í og hann kastar út veiðistönginni og eitthvað svona heldur hann sem er fisk nema svo er hann fastur aftan í bílnum og eitthvað svona ógeðslega violent í dregst í burt Flýgur í burtu. eitthvað Það er bara fyndið. þetta er brjálæðislega fyndið Já. og eitthvað svona, þú veist, ef þú myndir setjast niður eitthvað svona, ég ætla að skrifa grín núna, þér gæti ekki dottið þetta í hug. Nei, Ef þú veist- mér líður líka mikið af þessu dóti hafi komið út frá því að þetta voru bara eitthvað svona gauðir sem búin að vinna saman Já, lengi, og þú veist, við höfum 2 með eitthvað daga svona til að gera vibe, hana þátt. eitthvað, en þú veist, þetta er svona eins og með, þú veist, SNL í gamla daga. Já, þú veist, Það var, þú veist, þetta var bara svona brútal, þetta er bara svona við erum best, eða, þú veist, við eigum að vera besta sjónvarpið, grínsjónvarpið, punktur, já, og það er bara svona, ef þetta er ekki nógu gott, þá er þetta bara ekki, þá er þetta ekki nógu gott, þá hendur þessu bara í ruslið. já, Og þú veist, jú, það var fucking evil fólk það, þú veist, Chevy Chase er bara gett evil, gauður, það, þú veist, sem er alltaf, mér er alveg sama, þú veist, mér, bara svona, who cares, hann sé gett evil, ok, eða eitthvað, þú veist, whatever. hann leikur samt svo lovable Já, karaktera. en samt Mér svona, finnst það alveg svona, það brýtur hjartaði í mér að það sé vondur. samt ekki, mér finnst það ekkit, mér finnst, þú veist, ég horfa á fucking Christmas Vacation eða Fletch eða eitthvað, ég er bara svona, nice. Nice. Þetta Þetta er er fyndið. geggjað. Þetta er fyndið, Já. góðu karakter, eitthvað, en þú veist, en svo hugsa ég þetta út í bara svona, en þú veist að hann er það, þannig Já, er hann þú það veist. kannski ekki alveg jafn mikið, Já, en það er svona, það er svo oft sem kemur eitthvað eins og núna er að koma eitthvað upp eitthvað svona leikar, eitthvað, hann er actually alveg rosa leiðilug, eitthvað svona, ég bara svona, þú veist, ég hefði alveg getað sagt þessa, bara svona, við erum líka, þú veist, við erum ekki að tala þú veist, eitthvað, þú veist, sjokkerandi að þessi venjulega manneskja sé leiðileg, þú veist, við erum að tala leikara. já, Þeir eru leiðilegir en svo er og svona, pirrandi. svo er svona the inverse, þú veist, Tom Cruise, elskar Tom Cruise, Það er- bara svona mest professional manneskja, Já. bara svona fucking upptakan af honum, Já, hún er COVID upptakan, já, ég bara svona, djöfull, ég hef svo verið á setti, þar sem ég hefði viljað að einhver hefði sagt já, þetta, já, bara svona við erum í vinnunni, já. við erum að gera mynd, þetta kostur rosa mikið pening, það er hægt að eyða miklu orku í þetta, Já. og það er einhver fólk sem er bara látið svo að sé eitthvað grín, og ég bara svona, vá, gett, svona, næs, Já, alvarlegur, svona, taka svo alvarlega, já, vá, geggið, eitthvað, það er alveg svona, þú veist, það er einmitt alveg svona verið í þessum aðstæðum bara svona, það þyrfti einhver að alveg svona batshit fríka út. af því þetta er svona eitthvað, bransin maður, eitthvað svona, það ekki aldrei og þú veist, líka, það er svo margar vinnur sem ég held að allar svona dare to lead fucking forstjórabækur væri bara svona taktu einhverju alvarlega einhvern tímann, já, það leysir rosa margt, það leysir svo ekki vera leiðilegur, ekki vera eitthvað micromanager, bara svona skýrðu fyrir einstaklingum að það skiptir máli, við erum í alvörinu núna. við erum í alvörunni. Það er sko sidebar með líka svona að vera á setti. Mm. Þú veist, það getur svo auðveldlega myndast svo asnaleg stemming. Mm. Bara svona, og stundum þarf þetta bara svona
þú veist, maður heyrir eitthvað svona sögur eitthvað, hann var með startbyssu á setti og skaut út, þú veist, ég get alveg ímynda mér aðstæður þar sem það er nauðsynlegt. Já. Það er svona, því fólk sem er eitthvað svona að vinna á setti er alltaf eitthvað svona, þú veist, fólk sem að er eitthvað svona, þú veist, langað að gera eitthvað svona lista og dót og svo kemur og setta upp og svona, þetta er yðnstarf. Já. Þú bara setja upp standa á eitthvað sitt. Ég... Og eitthvað svona, en þú er svona sita upp fucking standana. Já. Og það er eitthvað svona... Og þú veist, jú, maður er dottið í gýr einhvern svona... Já, þú veist. Einhvern svona gant gýr, sko. Já. Svo hættum maður því bara. Já, og líka bara svona, þú veist, því ekki bara gantast að eilífu. Nei, og líka, þú veist, þú mátt alveg gantast, það má alveg vera gaman í vinnunni. En svona, þú veist, þú er samt að vera í vinnunni að hafa gaman. Já. Þú veist, það er... Já, það má ekki vera the main focus. Já. Það er mjög fyndið, þú veist, mér veist best á svona sem ég veit er að horfa á behind the scenes af David Lynch. Já. Það sem hann er bara eitthvað svona að chimpót, bara svona, og er bara eitthvað surrounded by fucking morons. En svo... Fucking cares. Þú veist, ég sá þess að klippa daginn og það var að klippa endan hana. Já. Það sem hann fer að hlæja, fæði sér síkó og heldur svo fram. Já. Það er bara svona, þú þarft að venta smá. Já. En hann líka bara eitthvað svona, nei, við ætlum að gera það þangað til þið búið. Já. Af því að, þú veist, þið eruð að framleiða þetta á einhvern línulegan hátt til að gera gott dót sem græðir. Já. Ég er að gera það til að það sé gott dót sem selur. Já. Skilur hvað ég meina? Já. Við erum ekki að reyna, við erum með 7 sleit hérna, bara svona, nei, við ætlum bara að gera þetta þangað til þið komið. Já. Og það er betra. Það er miklu betra. Og þú veist, ég veit að, þú veist, og þetta er bara svona, þú veist, jú, það er fólk að núti sem bara eitthvað, öðrum 46 tökur á þessu fokkin close-up af epli. Nei. Alls ekki. Það er líka bara svona, þú veist, að því það sem þú þarft að gera er svona, þú þarft að vita hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli og beita mismunandi aðferðum við það. Bókstaflega það eina. Það er eitthvað svona, þú getur ekki bara valið þér aðferð. En ég, þú veist, á sama tíma, þú veist, ég var að hlusta á viðtal við Colin Farrell. Hann var einmitt að leika í Minority Report, sem ég man ekkert eftir hann að vera leika í, á móti Tom Cruise. Og það er eitthvað atrið, hann er búin, þú veist, þetta var daginn eftir 30-samlans eða eitthvað, þú veist, fucking haugafullur deginum áður, mætir á sett og eitthvað, bara eitthvað og með eitthvað svona basic línu. Það mætti halda að þessi tækni gerir þetta, þú veist, super basic eitthvað lína. Og þeir taka hana 49 sinnum. Og ég bara svona, á hvaða tímapunkti sleppur henni ekki bara? Já. Þetta er bara svona algjört bara svona, eitthvað, og það var eitthvað svona, þetta er minna fyndið, eftir að ég, þetta er hvað minna fyndið, eftir að ég var alkohólisti, 9 árum seinna. Er þetta ekki komið frá? Þetta er bókstaflega alveg svo. Það er brjálega samt að heyra þennan hreim á íslensku. Já, ég tók ekki neftir. Og þarna var Tom Cruise, sem ég elska. Ég elska Tom Cruise. Og hann var ekki glaður. Það hljómar einhvern veginn. En þú veist, ég bara svona, og hann eitthvað, já, ég gat ekki farið af settinu af því ef ég myndi koma aftur þá er ég meira stressað og ég bara svona, þú veist, honestly fyrir ekki mikið bullshit við þetta, þú veist, þetta er bara eitthvað, en ég bara svona 49 sinnum. Ekki, það er eitthvað. Ég veit ekki. Það er svo ekki bara að gera eitthvað annað. Já. Þetta er eins og svona, ég fæ svo mikið, þú veist, þegar ég horfa á eitthvað svona, þú veist, Werner Herzog að tala Klaus Kinski að vera nuts. Ég veist þetta bara svona, af hverju lömdu það ekki? Já, honestly, þú veist, sagan að því hann er eitthvað, and he showed up with a assault rifle and shot up my trailer. And he nearly killed me. He killed my assistant and her 2 daughters and her dog. 47 people died. 47 people died.
3 vases, and my bed was also bullet-ridden. I said, Klaus, you have gone too far. And I said, Klaus, this is fine. We start filming tomorrow. En þú veist, og svo eitthvað svona 2 mánuðum setna eitthvað I showed up at his house with gasoline, and I lit the match and threw it on the porch. og þú veist eitthvað svona og ok, þú reyndir að dreipa hann tilbaka en þú veist, honestly endirinn á sér frekar fyndin, þú veist, þeir bókstaflega reyna að dreipa hvort annan 4 sinnum með eitthvað og þú veist elskar Werner Herzog bara af því að hann bara eitthvað svona að gera bíó er ekki að gera bíó er að falsa undirskriftir og pikkblósa að gera bíómyndir er að smíglin einhverjum exotískum fuglum yfir landamæri, þú veist, það er alvöru vinnan, hitt er bara eitthvað bull en besti parturinn af þessu var náttúrulega að þeir reyna að dreipa hann margóft og eiga náttúrulega mjög svona erfitt samband allt sitt líf og svo deyr hann og hann gerir bíómyndina hann, My Best Friend sem er bara svona ok, það er fyrir ykkar þið voru bara að djóka og hann á náttúrulega besta viðtal allra tíma þegar hann er standandi úti af það með blaðamönnum og eitthvað svona rekkur allt í einu við bara eitthvað oh no, you've been shot og hann skotin í magan og bara blæði út í magan og hann lyftir pissinu sinni This bullet is insignificant. og bara svona hvað meinar þú? það er svona að blæða úr maganum það skauti einhver alveg svona beint í þig en þetta er svona þetta eru þjóðverðinir sem ég elska svona fucking nuts en samt svona ekki pirrandi þetta er svona ógeðslega nuts og duglegir þú drifin og svona drifin þú veist, að vera drifin og gjörsamlega klikkaður er augljóslega recipe fyrir mjög góða hluti eða mjög slæmu hluti hey get out of here man eins og þegar einn besti vinur hans, hann Errol Morris gerði myndina, ég manni hvort það var Fog of War held ég og hann var bara, þið þurfið að sína þessa mynd í bíó og enginn vildi gera það og bara 77 eða 78 ok, ég ætla upp á svið og borða skóinn minn, allan skóinn minn og það, ef ég gera það þá munið þið borga fyrir að sína það sem er í bíó og hann alltaf gerir það, hann síður skóinn sinna með lauk og kartöflum og eitthvað hann í andafittu og þú veist það er svo fyndið hvað þetta hljómar allt eins og eitthvað svona listamanna bullshit, gimmick, kjaftaði en bara svona viðtölinu þannig eru bara eitthvað svona þetta er mest sincere hlutur sem ég hef heyrt bara mest sincere hlutur sem ég hef heyrt og náttúrulega Errol Morris vinnur svo Óskarinn fyrir þessa mynd sem bara svona, þú hafði rétt fyrir þér og þú varst drifin og þú varst fucking nuts þannig þú varst skóðið en ég sagði þér og þú veist og stundum með maður, þetta er svona gaur sem er svona maður hefur ágjörði þegar hann deyr af því að það mun svo margar sögur fara með honum það er eitthvað að vera að tala hann talaði frönsku og þú veist bara eitthvað, ég tala frönsku og eitthvað en ég mun aldrei gera það ég tala reybrennandi frönsku, ég mun aldrei gera það ég var aldrei gísl í Senegal og þeir voru bara að fara að drepa mig og ég gæti ekki tala við þá á þú veist ensku og ég neitaði að tala frönsku þó treða skilja mig og ég bara eitthvað svona, og hann bara eitthvað svona af því franska er ógeðsleg og frakkar er ógeðsleg og ég bara eitthvað svona frekar fucking real again, mjög drifin og mjög confused þetta er svona the risk I took was calculated but damn am I bad at math bara, þetta er bara þú veist það er endar mér finnst það cool sko það er cool það er fucking ég þarf ógeðslega mikið að pissa ég er bara að hlaupa að pissa hlaupa að pissa já nú ætla ég að fara að finna reviewin að Uwe Boll eftir að hann var cancelled á Letterboxd og 1 þá gerði einhver
archive account eða svona minningareikning reikningin hans Uwe Boll, þar sem hann setti eða hún getur alveg vel verið setti inn reviewen sín að finna minna og einu sem stendur í description it appears that Letterboxd staff have decided to remove Mr. Boll from the site. Ok, sko ég fann til að swing back þá ákveði að finna sko Uwe Boll reikningin þar sem eitthvað var með svona minningareikning Uwe Já, eða þetta Ég elska líka að held þetta séu reviewin hans Já, hann bara búinn að arkæfa Já, þú veist, hann setti bara inn Já. eins og hérna að Minecraft movie reviewið hans eina setningin You're a fucking moron if you like this Ok Thunderbolts Fucking boring shit for virgin nerds Ok, ekki ránt Snow White þarna með henni Já In the Name of the King has way better action than Snow White það mynd sem hann leikstýrði með hérna Jason Statham Olympíu dýfingamanninum Jason Statham Captain America Boring Garbage eitthvað Anora I fell asleep with a big boner in a flashlight ok, fyrir eitthvað gott Face Off fær 5 stjörnur og einu orðið Travolta hann alltaf með góð takes já, en það var líka fyndið að hann gefur sko henni mynd frá 2008 sem heitir Far Cry sem byggt á bókunum Far Cry It's a good movie, you will see it Til Schweiger is a simple boatman in a Hell Island paradise versus Udo Kier atomic supermen Some comic, some action, explosion, just like the game, it's a fun time. Hann leikstýrði þessari mynd sjálfur. Yes. Öll reviewin hans alla myndin hans fá 5 stjörnur. Já, þú veist. Ég meina, ef þú trúir ekki á þig, hver annar að fara að gera? Nákvæmlega. This film is awesome and you will see it. Lilo and Stitch, what the fuck? Ég þetta að horfa á Lilo and Stitch aftur daginn. Já, þetta nýja sko. Já. Hann myndi örugglega reviewa hérna vel. Það var hún ekki. Mér myndi að hún væri miklu betri. Hún smá skrítin. Ég var líka barn. En Midsommar með mjög gott review. I know everyone will like this movie, but this movie makes no fucking sense. It's not a horror movie, it's a sitcom about an actress crying like a fucking 3-year-old. This sucks. The director sucks. It's Teletubbies with rituals and other bullshit. Suck it. Morbius fær hins vegar 5 stjörnur. Hann gerði ekki Morbius? Nei, en það stendur It's Bollin' time eins og Uwe Boll og svo kom ég bara þetta er mjög random Batman Robin 5 stjörnur, sammála Super Mario Bros. 93 5 stjörnur, sammála Terminator 2, Judgment Day 5 stjörnur, sammála Top Gun Maverick, you're a fucking asshole if you like this 500 Days of Summer Holy crap from my asshole Total Recall 5 stjörnur I like the women with 6 tits The Flash hálf stjörna Ezra Miller is a monster fucking elska The Flash sko. Ég ætla bara að vera be real with you Hefurðu séð myndbandið af Ezra Miller slást var ekki á gukknum? Slást, hann var bara svona að buffa gælnu fyrir þetta prikið. Já, veist, ekki slást, þannig, þú veist. Slá hana. Já. Ég sá þetta og ég, þú veist, það leiði svona ár þannig til ég fatt að þetta væri, þú veist, hérna á Íslandi. Já, sami hér sko. Sami hér sko. En svo var hann bara NB og bara eitthvað non-binary og fór að gera eitthvað annað. Hann sem það var slást. Já, hann þá að berja konur og eitthvað. En hann má eiga það að fucking The Flash ég veit ekki hvað það er
Sko, ég sýndi Hallmari þá mynd og hann var bara eitthvað, þetta er geggjað. Það er rare, sko. Það er alveg We need to talk about Kevin. Hefur séð hana? Nei, Mér langar bara svona ógeðslega mikið að spoilinni, nei, víst en þú veist, þótt ég gera það, þá, ef þú horfa sem þetta ekki, horfa á þetta, eða eitthvað hlusta á þetta, fucking school shooting, þú veist, mammans Tilda Swinton er að díla við að sonurinn hans hafi verið school shooter, Já, fucking skellulegt, sko. já, Nema, væri skell já, nema hann var school shooter með boga og svona bogaskaut alla Ha? og loka atriðið er bara hann að keðja lokaðan skólan og bara svona skjóta fólk með örvum í 30 mínútur. Þetta er insane fucking mynd. Ég bara svona, vá, hvernig getur þú gert school shooting hræðilegra? Með boga. Með svona manually að drepa alla. Þú veist mér líður eins og Þótt ég sé að segja þetta núna, þá er þetta samt svo fucking sjokkerandi að horfa á. Já, þú veist, ég trúi því. Þú veist, ég er bara að segja bara svona, mér líður eins og ef einhver kæmi hérna inn með boga, hann myndi ekki ná okkur báðum. Nei, það er þetta rétt. En þú veist, ok, þú ert með... En við náttúrulega erum fokkin. En þú veist, þú ert inn í... þú ert inn í íþróttasal, að þeirra laupa út um ganginn og þú ert bara svona að fucking þunga fólk, skilur, bara... Í brennibolta. Í brennibolta nema að drepa það í alvörunni með örvum. En bara svona, það er nefnilega alltaf órætt alla myndina hvað gerðist. Já. Og ég, þú veist, Hversu... Nei, já, eða væri síðan, þú veist, lokaatriðið í Braindead og með sláttu vél. Hvað? Þú varst að tala um Braindead í gær. Já, ok. Já, fair. Það er fair. Ég held að ennþá uppáhaldsreviewið mitt sé hérna fyrir myndina eitthvað ekki Daybreakers, það var fín vampírumyndin náttúrulega. Býtu, nei. Eitthvað Day Shift eða eitthvað sem var eitthvað skrýmsla, álfa. Jú, hún var eitthvað svona austur-evróst dæmi, var það ekki, þú veist, hún var... Jú, en nema í LA, skilur, þú veist, hún gerist þar og það var, ég man ekki hvað hann fucking heitir gaurinn sem leikstýrinni, en hann er allavega sonur Twilight Zone leikstýrans. Og reviewið hjá vinið mínum var það versta sem hann hefur gert er ekki Twilight Sleysið, það er sonur hans. Þú mann sett, veistu hvað er að tala með Twilight Sleysið? Hann sett var að taka upp þátt gaur, ég man ekki, þú veist, ég er ekki hægt að horfa á þáttinn af því að hann var aldrei gefinn út, en þú veist, þau voru svona, fuck, okkur vantar aukaleikara, bara stat, og þau voru bara í, þú veist, Burbank Gangstar og bara svona, þið alveg meira peninga en þið ættuð að vera að fá, bara þurfum 2 krakka komiði og hann er svona að halda 2 krökkum út á stöðuvatni og er svona labba, þú veist, onshore. Já. Og það bilar þyrla og afhausar þau öll. Ó nei. Öll 3 og bara ég hef séð upptökuna. Hvað, nei? Af því að hún er til. Þátturinn er ekki til, en það er til upptaka af þessu og þetta er bara svona þetta er ekki eins og Jackie Chan blooper. Nei. Það er svona, þetta er bara svona þyrlu decapitation og hann, þú veist, er að halda á þeim svona þannig þau eru upp við hausnum af því hann er að, þú veist, fara upp úr vatninu svo bara svona slæðir einn spaðinn í vatnið og bara svona clean sweep bara að hausinn og honum fannst þetta svo leiðileg mynd að hann sagði það er ekki það versta sem hann hefur gert, heldur er það sonur hans. Það er rough. Og ég hef hort á þessu mynd og ég er sammála, þannig. Jackie hefði samt dotsað, þú veist. Já, hann hefði eitthvað svona, það er true. Þú veist, kastað öðru barninu yfir og eitthvað svona í jakkanum sínum. Já,
Eitthvað? Kastað buxunum sínum og svona stoppað hreyfilinn. Damn. Hann Þegar hann hefði hefði svona gert náði þreifilinn og svona svona skotið þeim í burtu, já. eða svona tekið í jakkan sinni hérna Jú. innan á, tekið buxunar, eina skálmina í hreyfilinn og svona swinga sér í burtu og svona kastað þeim. Hann hefði lent hinum megin og hann hefði svona waterskíað, þú veist, á fótunum. Já, þú veist, Já, þú veist, svona á hreyflinum, já. svona brimbretta Já, í já. burtu á hreyflinum. Það væri miklu meira cool. Hann hefði getað gert alla þessa hluti. En það líka svo mikið, þetta er svona, hvað versta símtal sem þú getur rætt? Herðu, ég fekk lánað barnið þitt í smá tökur. Hérna. Og sko, Skemmst er frá að segja. sko, já, sko, ég veit ekki hvort þú hefur verið á setti áður. Í bransanum. Í bransanum? Á stundum hérna, já, Twilight Zone einmitt, já. Sko. Ég hringi þig á morgun kannski bara. Já, veistu, já, ég ætla að, já, ég fæ einhvern annan til að aðeins að taka smá hörl. Hvað verður þetta myndin þar sem að George Clooney flygur og rekur fólk? Hérna, in the air. In the air. Nema, þú veist, hann er að gera það fyrir eitthvað svona gett skellulegt. Og hann er gett sexy. Eitthvað John Breaks Bad News. Já. Það endar, svona, fólk eitthvað svona, ég vildi að ég hefði fundið þessu uppfinningu. Ég bara svona, nei, ég vildi ég hefði komið með John Breaks Bad News. Það endar fyrir gott, geggjað dót. En ég líka bara svona, djöfull hann góður í því. Já. Að segja fólki slæma fréttir. Já. Það alveg. Og sumt að það brútal. Já. En þú veist, þjónusta, góð þjónusta. Nótum það með það. Já. Það var hérna, hefurðu séð, hvað heitir það? American Movie. Mynd 2 gaura sem að gera einhverju svona köld hryllingsmynd fyrir engan pening. Hún frekar geggjuð. Þetta bara einhver svona, þú veist, það einhver svona argument að, þú veist, Jay and Silent Bob séu, þú veist, þessir gaurar. Já, þú veist, bara byggt á þeim. Já, byggt á þessum. Já. Og þú veist, gaurinn sem Silent Bob, hann var með eitthvað bara svona, þú veist, aftast í myndunum sem ég gaf út, þá bara svona birti hann símanúmerið sitt. Og þú kannski bara hringt í hann. Þú veist, ekkert eitthvað svona til að tala um þetta eða bíómyndirinn bara eitthvað svona, bara langar að tala um mig. Ég hef óvart vitnað í það. Ha? Varstu ekki setti símanúmerið hjá Jón Bjarka aftast í lokamyndirinn? Og því að hann kláraði ekki handritið. Því sagði bara, ef þú skilur ekki þessa mynd, þá voru bara að hringi í hann. Já, ég sýndi hann alltaf með símanúmerið, sko. Já. Alvöru símanúmerið. Já. En já, hringdi fólk bara í hann og bara eitthvað. Og þetta var, þú veist, ég sá þetta eitthvað í kvikmyndaskólanum. Og þá alveg bara svona, þú veist, meir en 10 ár síðan sem mynd kom út. Eða síðan þið voru að gefa þetta út eitthvað. Og þú veist, ennþá hringt í hann. Damn. Og það var bara eitthvað svona. Við ætlum að prófa það næsta þetta. Já, ég held reyndar að það sé, þú veist, það var eitthvað, þú veist, það var ekki lengur virt þegar ég sá þetta. Það var, þú veist, mjög nýlega hafði það verið þannig. Já, ég Þórður Pussi fórum að gera síma allt daginn. Daginn? Já, fórum á Skype og hringja til Bandaríkjanna einhver svona kaffihús og eitthvað, gera síma allt. Það er bara besta sem ég veit. Það enda sjúklega. Það sjúklega fyndið. Já. Svona hringja á hótel og biðja eitthvað svona gett skrítna, svona skrítna hluti sem við vildum fá, þú veist, ef við myndum borga aukalega getum við fengið, þú veist, þetta, þú veist, við erum að koma með liftingabekk, með við boltan niður í gólfið og við borgum fyrir viðgerðar, eða eitthvað skilur við bara svona. Ég verði eiginlega bara að fá hann til að segja eitt af þessu, það var nokkri dögurinn sem voru epic, sko. Gott síma, þetta alveg fyndið. Já. Það sko,
Allt þú bara kjafti Classic Það er alveg, þú veist Ég var að láta rekja þetta. Fucking lúðalegt að segja það lúser Ég var að láta rekja þetta. Þú segði eitthvað fyndana segði eitthvað, þú veist, það er bara einhver gaur að bylli þér líka, þú veist þegar hann hringir og hann segir ekkert nema það er bara fyndið Það er fyndið það er svo, þú veist, ég var á Akureyri og heyrði fyndnasta símagrín allra tíma sem Pétur Jóhann gerði og hann má eiga það, þú Það má veist, eiga það skuldlaust þetta er að finnast símareikur að hann sko finnur símanúmer þú veist, eitthvað finnur einhvern sem að hringja inn hjá Dominos og panta sér pítsu Já og finnur símanúmerið hjá gæjanum sem býr við hliðin á þeim í einhver svona blokk og hann hringir í gæjan við hliðin á og er eitthvað hei blessaður, heyrðu, Guðjón nágranniðinn við erum að panta pítsu og þetta er bara allt og mikið, viltu ekki koma yfir og fá þér nokkra slæsur og svo eitthvað já, þú veist kemur hann bara heim til nágranna síns með disk eitthvað, hvað er pítsa Þetta er svona 1. apríl Supreme sko ég líka, þau myndi lenda í þessu ég myndi flytja úr landi Ég man eftir einu Það var listi þegar Blogg Central var ennþá hlutur bara þá fólk með blogg og bara svona setti allar persónuupplýsingar á netið sem ég fyndið já. en það var svona listi svona 100 hlutir til að gera svona síma til að panta pítsu og svona að færa síman gefa hægt í burtu frá andlutuna þér var eitt og segja hvalur inn á milli það var að segja, þú veist áleikstendur pepperoni sveppir pepperoni sveppir, hvalur, annas og eitthvað svona, það verður bara svona get stupid fucking shit en tjóðið fólk var að leggja vinnu í þetta sko það var, þú veist já, ég þarf líka ég þarf einhvern tíðan að koma með 10 fyndin prófsvör listan og svona einhver kennari sem tók saman vitlaus prófsvör já setti það á netið bara svona ennþá að það finnast það bara svona að þetta er hilarious og svona að greinilega þýða úr ensku svona Wikipedia yfir á íslensku þegar það var ekki það gott svona hann Moses fór upp á Blásýrufjall skilur Mount Sinai og svona ég sé þetta þetta er bara þetta er og þeir ferðuðust allir til Kamel þetta er eitthvað ég þarf eiginlega bara að finna þetta er alveg fucking drep sko Blásýrufjall er fucking það er sick það er fucking sick svona Isaac Newton dó árið 1705 og hefur verið dáinn síðan eitthvað, það er allt eitthvað svona bara svona gentle comedy það er the best form sko að fá smá kitla hláturtaugina já ég ætla að fara bye